Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín. Framundan eltingaleikur við hænur í gamla bænum í Keflavík, sumar komu fagnaði í anda Unu í Garði, ný bardagahöll í Reykjanesbæ og þá sjáum við brot úr þættinum Suður með sjó sem á dagskrá á sunnudagskvöldum hér á Hringbraut og á vaff.is. En við byrjum á landnámshænum í gamla bænum í Keflavík. Hjónin Álfheiður Jónsdóttir og Ólafur Ásmundsson í gamla bænum í Keflavík eru orðnir hænsnabændur. Þau höfðu hugsað það lengi að fá sér hænur í garðinn, en svo gerðist það að þau fréttu af 3 íslenskum landnámshænum sem vantaði heimili og stukku á þær. Hænurnar heita Dagbjört, Nótt og Skvetta og kunna vel að meta kínverskar eggjanúðlur eins og Marta Eiríksdóttir komst að. Þá erum við komin í gamla bæinn í Keflavík og erum við Þorvarðarhús og hér eru húsbændur og hænsnabændur núna, hjónin Ólafur Ásmundsson og Álfheiður Jónsdóttir. Við erum dálítið forvitin að vita, við fréttum að það væru hænur, 3 hænur á vappi hérna í hverfinu. Hvers vegna fenguðu ykkur hænur? Já, þetta búið að standa til í einhver ár hjá okkur. Við vorum mikið búin að spá í þetta, skoða ýmsa kosti og ræða við marga sem hafa reynslað þessu. Svo hérna bara núna fyrir stuttu þá hafði kunningi okkar samband. Þau voru með hænur, búin að vera með einhvern tíma. Og þau spurðu okkur hvort að við höfum búin að heyra því að við höfum áhuga á þessu. Ég hafði einhvern tíma rætt þetta við hann og þau voru að íhuga að fara að selja húsið á sér og þurftu bara að losna við búið. Og buðu okkur bara hænurnar og húsið að koma þeirra, bara gefin sem við vildum. Og það endaði með því að ég, við fórum og náðum í hænurnar og kofan og ég reyndar heimtaði það að ég fengi að fá að greiða 10.000 fyrir. Já, svo þú vildi borga fyrir hænurnar? Já, ég vildi borga fyrir þær. Það er skemmtilega að borga fyrir hlutina. Hvernig hefur það komið út að vera með hænurnar? Hvernig hefur það komið út? Sko þetta kemur merkilega óvart, sko það er svo skemmtilegar. Það róta svo út allt og þetta er ofsalega góða garðíkonur. Það róta upp mosanum í garðinum og það tína arfa og það eru allir í hverfinu svo hrifnir af þeim. Maður er svolítið svona smeykur náttúrulega, þetta er nýtt og það eru stóra, þetta er náttúrulega engir skoðþrestir. Þannig að fólk þetta er nýtt og ég held að bara allan engin sem enn sem komið sem á móti þessum skvísum sem að skreppa svolítið yfir í Prestsetri. Það eiga það til að skreppa þangað, sko. Í Prestsetri? Segðu okkur meira frá því. Þið hleypum út á mótnana, vorin og sumrin, er það ekki? Nú erum við bara að byrja, það er mánuður síðan þið fenguð þetta, þannig að þið eru ennþá bara að prófa. En á þessu mánuði, hvernig er dagurinn hjá þeim? Við hleypum út svona bara þegar okkur sýnist. Það eftir minni. En það er strjúka svolítið og við erum svolítið svona að prófa. Kettirnir hafa bara feltar út allt hérna í kringum okkar hús en það hafa komið tilbaka og þú smalar hænum svolítið illa. Þetta er eins og að smala köttu. Þannig að það er svolítið erfitt að ná þeim tilbaka eða lenda einhvers staðar en það kom alltaf tilbaka og mér finnst það koma svona 8-9 kvöldin. Það er svona kvöldmatatíminn, eða ekki? Hvað segir þú það, Óli? Jú, það eru svolítið viltar. Við viljum gjarna halda þeim á okkar lóð en það er ekki girt öll lóðin þannig að þær hafa alveg tækifæri til að fara út fyrir og það sækja svolítið í hana Erlu og Svein sem að búa rétt hjá okkur, Erlu prest. Og líður vel þar greinilega en þær voru fyrst þá voru það mikið á lóðinni hjá okkur en svo er það búin að róta allt og þetta eru landkunnuðir greinilega. En hvað ég sá, Óli, áðan, þá varst þú að narra þær með einhverju mat. Við ætluðum að veiða þær hingað heim, en klukkan er ekki orðin 8 að kvöldi og þú varst með núðlur, sá ég. Hvað varst að gera? Þetta tókst samt ekki, var það út af mér eða? Já, það er ég uppgötaði það að það eru mjög hrifnar af kínverskum eggjanúðlum. Og það er náttúrulega eins og sem kostar ekki mikið eitt pakki af svoleiðis og fljótlegt að útbúða, bara hella heitu vatni yfir og það er tilbúið.
En það mér hefur tekist að narða þær hingað yfir með því að veiða þær áfram með því að synda núðlur og láta þær elta mig þannig. En ég veit ekki hvort það varst þú sem að þær voru smekka við eða hvað, en allavega þær voru ekki tilbúin að fara lengra en ákveðið. Kannski var klukkan ekki orðin 8, hún er bara 6. Já, það koma hérna á eftir, þegar svona milli 8 og 9 þá þvælast þér hérna yfir og róta þess hérna í lóðan í okkur og svo fara það bara inn og svo. Hvernig bragðast eggin? Mér finnst þau bragðast rosalega vel, sko, þau eru svona aðeins svona hvítan svolítið öðruvísi. Mér finnst rauðan líka bragðmeiri og þau eru líka, þetta eru hamingjusöm egg og þau eru það, veist. Og þetta er náttúrulega, það borða alltaf afganga, það er að gera það, veist. Og þetta er náttúrulega, þetta er umhverfisvernd og það er svo pælingi líka hjá okkur að minnka vegalengdina sem að sækja matinn. Eggin koma bara okkar eigin garði, veist, er ekki allir að spá í umhverfið í dag. Og þið hendi ekki matarafgöngum lengur? Nei, það er mjög lítið með það, sko, þær borða flest, sko. Í litlu magni allavega. En eggin eru svolítið öðruvísi, það eru heldur minni heldur en stóru egg sem eru, en rauðan er hlutfallslega stærri. Þannig að það er svona meiri matur í þeim. Og mjög bragðgóð. Þetta eru íslenska landnámshænur. Eru þið búin að læra eða lesa eitthvað til þær? Já, við svo sem hefur verið að skoða á netinu upplýsingar á þetta, en svo fórum við á námskeið núna bara á sunnudaginn síðasta. Hérna hjá henni Jóhannu Harðardóttur sem er blaðamaður og kennari. Hún er að rækta sjálf landnámshænur og það var mjög fróðlegt og lærðum helling af því. Og það er verið að reyna að viðhalda þessu gamla kyni og mér skýrst eftir því sem hún sagði þá eru ákveðin gen í þessum hænsnum íslensku sem eru hvergi til annars staðar í þessum alifuglum. Þannig að það er lagt mikið upp á því að halda þessu stofni hreinum. Já, ég er dálítið forvitin að vita svona varpi hjá þessum hænum. Er það duglegar að verpa landnámshænurnar? Já, þær eru það. Við höfum fengið egg daglega, en allt frá einu eggi og oftast 2. En þó hafa komið 3 egg, þar að segja allar 3 hænar hafa verpt einu eggi. Og fyrsta skipt sem það gerist var á páskadag, bara stutt eftir við fengu þær. Það var nú svolítið tíma að koma upp varpjaðin því að það náttúrulega stressaði til flutningin og allt það. En svo núna í tilefni af því að þú ert í heimsókn hjá okkur, þá komið 3 egg aftur. Þannig að það er eitthvað í gangi. En segjum við, hvernig er að baka úr þessum eggjum? Er þetta eitthvað öðruvísi egg? Nei, þau eru bara alveg eins bara. Bara hamingjusöm egg. Haldið þið séu hamingjusamar af því að þær fá að vera frjálsar? Já, þau eru náttúrulega bragðmeiri, þau eru það, sko. En það er alveg eins að nota þau bara í mat, sko, og matabakstur. Þetta eru dýrin hamingjusamar ef þau fá að ganga svona frjáls. Það segir bara sig. Það er eiginlega segir. Það er ekki að tala um það meira. Hvað finnst þér þetta að það eru komnar hænur í hverfið þitt? Mér finnst það dásanlegt. Mér finnst það bara endurvekja upp á sáru sem við áttum í húsinu þegar hænurnar Kikko á Norðfjörðsgötunni kom í heimsókn. Röltandi hverfið. Ertu búin að sjá þar eitthvað leita í kirkjuna til þín? Já, það var í liðinu viku. Það var útför, opin hurð að það var heitt og þær kom upp á tröppunum. Og þær veftu fyrstu eggjanum víst, það ekki á páskadag. Það er mjög kristilegar. Þær eru kannski að leita guðlegri forsjá eins og eigandinn segir. Já, allir það ekki vera. En ég býði eftir samt að vera búin í omelett í Þorvararhúsi. Hvað segja krakkarnir við þessu? Krakkarnir eru mjög spenntir fyrir þessu og finnst þú að gaman að fylgjast með hennunum. En svo er náttúrulega voðalega spennandi að fá að borða eggin. Sérstaklega að fá að sækja þau sjálf út í kofa. Það er rosa spennandi. Já, þannig að þið eru með svona náttúrufræðikennslu bara, já, og afa. Já. Já, þeim finnst rosa gaman að halda á eggjanum og þau hafa ekki ennþá búið rótið egg, sko, þau eru 3 og 5 þessi sem eru mest í þessu, sko. En að halda á sínu eigin eggi og taka það einn, sko, og svo sjóða það, þetta er náttúrulega bara að sjá hvaða maturinn kemur, þau læra þetta bara beint. Mælið með því að fleiri fá sér hænur? Já, þetta er róandi. Ég held að það væri meira svona stúss, en Óli fær að móka skíti náttúrulega. En það þarf ekkert að gera oft.
En hænsnaskítur er talið mjög græðandi fyrir garðin. Já, það er náttúrulega skýta hérna á lóðinni, það eru náttúrulega mest í beðunum, þannig að það er skýta beint í beðin og það er náttúrulega bara góður áburður. En svo náttúrulega erum við með svona kurl hálfgert í botninum á kofanum og það er náttúrulega skýta í það. Svo þegar er komin tíma á að skipta því út, þá náttúrulega fer þetta bara í beðin. Þetta er bara eins og að setja kurl í beðin sem er blandað á áburði. Þannig að þetta nýtist vel örugglega. Glæsilegt. Heyrðu, gangi ykkur vel, hænsnabændur í Keflavík. Takk fyrir það, kærlega. Takk fyrir þetta.